Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Matteus. Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilega boðskap. Guðspjall þessa drottins dags að finna í Matteus og Guðspjalli kapla 9, versum 1-8. Þá steg Jesús í bát og hélt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lamamann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lamamanninn: Vertu hugreistur, barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn sögðu þá með sjálfum sér: Hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði: Hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Hvort auðveldur að segja: Syndir þínar eru fyrirgefnar, eða stattu upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn: Stattu upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið hafði mönnum slíkt vald. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Þetta sagan lamamannin sem Jesús læknaði, sem að kannski þekkist best í þeirri mynd sem við finnum hana í Markúsarguðspjalli, í öðrum kafla. Þar ekki bara sagt frá því sem við lásum núna, heldur líka frá aðstæðanum í kring þessa sögu. Það sagt frá því að Jesús var innandyra í sínu eigin húsi, og þegar komið var með þennan lamamann til Jesú, þá var húsið svo fullt að enginn komst hvorki inn í út. Það var alveg stappað, menn stóð eins og síld í tunnu. Nú, fremur en að bíða eftir því en að það rýmkaði til í húsinu, þá gripu þeir til sinna ráða og fóru upp á þak og rufu þar gat og létu manninn síga niður til Jesú. Það mörgu að taka ef maður á að predika yfir svoleiðis texta. Maður getur til dæmis tekið trú og framtakssemi þessara vina lamamannsins sér til fyrirmyndar. Rétt eins og þeir ættum við ekki að láta nokkuð hlut koma í veg fyrir að við komum til Jesú, hvorki með okkur sjálf, né bænarefni okkar, né með vini og vandamenn. En þegar Matteus segir frá þessum atburðum í sínu Guðspjalli, þá vantar sem sagt öll þessi atriði. Hann segir einfaldlega það að menn færðu til Jesú lamamann í rekkju, og það beinir okkur í ákveðna átt. Vinir lamamannsins og þetta furðulega uppátæki þeirra að rjúfa þarna gat, það hefur óneitanlega ákveðið kennslugildi. Það kannski ekki spurning það. Án þess að þeir hefðu gert þetta, þá þessi frásögn varla verið kennd í sunnudagaskólum og varla verið þannig að allir þekktu þessa sögu eins vel að þau gera. En það samt sem var ekki megin atriði hennar, heldur það sem á eftir kemur, allt það sem að Jesús gerði og það sem við lesum líka í Matteusarguðspjalli. Og það fyrsta sem Jesús gerir að segja einmitt við þennan lamamann: Syndir þínar eru fyrirgefnar. Eða eins og stendur hérna í öðru versi: Vertu hugreistur, barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Í okkar samfélagi á Íslandi árið 2022 auðvelt að hugsa sem svo: Jæja, hérna beinir Jesús huga okkar að sálarlífi og andlegri heilsu og vellíðan mannsins, að geðheilsu hans. Kannski glímdi þessi maður við vonda samvisku, eða kannski bara með sér sársaukafullar upplifanir eða sársaukafullar minningar. Hugsanlega kenndi hann sjálfum sér syndir sem aðrir hefðu dríkt gegn honum. Sennilega hafði honum verið sagt margoft að ástæða þess að hann var lamaður og lá þarna í rekkju var svo að annaðhvort hann sjálfur eða foreldrar hans hafði dríkt einhverja alvarlega synd, og þá hefur hann eflaust geta brotið heilan hvaða synd getur það nú verið. Þannig hafði maðurinn verið kúaður og jafnvel haldið niðri í örvæntingu. Þeir sem hafa bent á þessa hlið málsins og á andlega heilsu mannsins, þeir benda óneitanlega á mikilvægt atriði. Og það augljóst að Jesús lét sér mjög annt sálarlíf þessa manns, sem og annarra. En það samt sem áður ekki megin atriði þess sem að Jesús gerir hér.
Jesus veitir þessum manni raunverulega fyrirgefningu fyrir raunverulega synd. Og staðreyndin einmitt svo að lömun þessa manns sem og öll veikindi má rekja til syndarinnar. Ekki þannig skilið að hann eða foreldrar hans hafi endilega dríkt einhverja mjög tiltekna eða ákveðna synd sem að leiti til lömunarinnar. Heldur að það hafi verið syndin sjálf sem bjó í manninum sem olli henni. Ég langar að taka svolítið dæmi. Það var fyrir nokkrum árum síðan að það var maður sem sagði mér frá dóttur sinni. Hann sagði mér það að dóttir hans hafði í mörg ár verið of þung og átt við það að stríða að hún léttist ekkert. Þetta þyngdist bara. Hafði reynt ýmislegt til þess að léttast. En þróunin hafði farið í vitlausa átt. Þar til á þessu ári, eða á því ári þegar við tölum saman, þetta eru nokkur ár síðan, þá hafði þróunin snúið við. Hún hafði farið að léttast aftur. Og hún hafði tekið þessu með miklum fögnuði. Þetta var mikið gleðiefni fyrir hana að þessi þróun hefði farið núna loksins í rétta átt. En síðan hafði hún farið til læknis haustið og þá kom í ljós að þessi breyting, þessi létting tengdist alvarlegum sjúkdóm sem hún hefði fengið. Einkenni þessar sjúkdóms gátu verið mörg. Þetta var eitt af þeim. Það gat verið ógleði, ofþreyta, ýmis konar sársauki alls staðar, skapbreytingar og, sem sagt, þyngdartap. Það hefði verið mistök að greina einkennin þannig að skapbreytingarnar væri ástæðan fyrir þyngdartapinu. Sannleikurinn var sá að allt þetta, öll þessi einkenni, voru einkenni á sama sjúkdóm. Eins það með syndina, þegar við tölum hvað synd í ritningunni. Synd lömun eða skemmd í eðli mannsins. Það eitthvað sem býr í okkur. Og vegna syndarinnar hvílir refsing Guðs ekki bara á okkur heldur á náttúrunni allri. Við vitum ekki hvernig þessi maður í sögunni varð lamaður. Þannig að vinur hans þurfti að bera hann og jafnvel þótt að hann það hafi kannski ekki verið nein bein orsök sem hann gat rakið fyrir lömuninni, þá stafaði lömunin samt af syndinni. Hún var einkenni á henni. Allt sem illt gerir það stafar af syndinni. Allt sem við þekkjum sem rangt, eða sem að kúar okkur á nokkurn hátt, eða sem illt, hvort sem við gerum það eða aðrir gera það gegn okkur, allt stafar það af syndinni. Allt sem við þurfum að þola af höndum annarra eða af höndum náttúrunnar jafnvel, þá stafar það af syndinni. Syndin í raun og veru ekki einhverjar hugsanir, ákveðnar hugsanir, orð og verk, heldur svo skemmd í eðli okkar sem veldur þessum hugsunum, þessum orðum og þessum verkum. Syndin má á mörgu leyti lýsa einmitt sem svona sjúkdóm. Og það sem Jesus gerir fyrir þennan mann, áður en hann læknar hann af lömuninni, að hann gefur honum eina meðalið sem virkar gegn syndinni og það fyrirgefningin, fyrirgefning syndana. Þannig að það var ekki fyrst og fremst einhver sálfræðileg hjálp, þótt að hún hafi kannski verið til staðar líka, og ekki fyrst og fremst hjálp gegn lömuninni, heldur var það hjálp við sjúkdómnum sem olli báðum einkennum. Þetta raunveruleg hjálp við raunverulegu vandamáli, við aðal vandamálinu. Og þá það næsta atriði, því þetta fellur ekkert vel í geðið á öllum þeim sem að verða vitni af því að Jesús skuli fyrirgefa manninum syndir hans. Í herberginu sem þetta á sér stað segja nokkrir fræðimenn með sjálfum sér, hann guðlastar. Og þótt frásögnin sýni okkur greinilega að þeir hafa rangt fyrir sér, þá þessi dómur þeirra í raun mjög skiljanlegur. Það má kannski lýsa því best með orðum C.S. Lewis, sem að skrifaði: við getum öll skilið það hvernig maður fyrirgefur þeim sem brotið hafa gegn honum. Þú stígur á tærnar á mér og ég fyrirgef þér. Þú stelur peningunum mínum og ég fyrirgef þér. En hvað eigum við að segja þann mann sem að þú ekki stigið á tær
og ekki stólið peningunum hans, en samt sem áður lýsir hann því yfir að hann vilji fyrirgefa þér fyrir það að stíga á tær annarra manna og stela peningunum þeirra. Kjánaleg vitleysa það fallegasta sem við getum sagt þannig lagað. Kjánaleg vitleysa, sagði Lewis. Guðlast, sögðu farisegar. Og hvort ekki hefði það líka verið ef að venjulegur maður hefði sagt þessi orð. Hver getur eiginlega tekið sér svona vald til þess að fyrirgefa afbrot gegn þriðji aðila? Sem krakkar höfum við örugglega mörg okkur heyrt eitthvað í þessa áttina: ekki biðja mig fyrirgefningar, segðu það við systur þína eða bróður þinn. Svoleiðis uppgjör þarf að eiga sér stað við þann sem á í hlut. Að veita almenna fyrirgefningu það einungis Guð sem getur gert. Svo það líka þannig að öll brot sem að þarfnast fyrirgefningar eru í raun og veru brot gegn Guði. Sá sem brýtur gegn sköpun hans, sá sem brýtur gegn þér eða náunga þínum, brýtur gegn skapara þínum, gegn Guði. Þess vegna þarf fyrirgefning syndanna alltaf að koma frá honum. Farisearnir, þeir skildu þetta vel. Ef Jesús tók sér vald til þess að fyrirgefa syndir þessa manns, þá þýddi það að hann tók sér vald sem Guð einn hefur. Þeir höfðu rétt fyrir sér. Ef Jesús var bara venjulegur maður, þá var það guðlast. Ég les aftur úr 4-7 versi. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði: Hví hugsið illt í hjörtum yðar? Hvort auðveldara að segja syndir þínar eru fyrirgefnar eða stattu upp og gakk? En til þess vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn: stattu upp, tak rekkið þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. Nýja testamenti kennir okkur með mörgum móti að Jesús sé ekki bara venjulegur maður, heldur hann sé einnig Guð. En hvernig áttu þessi farisear eiginlega að vita það? Á hvaða grundvelli áttu þeir að trúa því? Hvernig áttu þeir að vita að fyrirgefningin var raunveruleg? Og til þess gefur Jesús þeim þetta tákn og hann gerir það með því að lækna lamamanninn. Fyrirgefning syndanna eitthvað sem ósýnilegt fyrir okkur allavega ennþá og ómögulegt að staðfesta hana öðruvísi en að trúa henni. En lækningu lömunarinnar var hins vegar hægt að staðfesta. Hana var hægt að sjá. En hvorugt var að færi venjulegs manns að fyrirgefa eða að lækna. Jesús gefur manninu fyrst meðalið við syndinni, fyrirgefninguna, og því næst læknar hann lömunina. Þetta var dagur sem þessi fyrrum lamaði maður átti seint eftir að gleyma og hann hélt fagnandi heim til sín. Og þannig stendur líka fólkið sem var þarna, en fólkið sem horfði á þetta varð óttast slegið og lofaði Guð og gaf sem gefið hafði mönnum slíkt vald. Syndin skemmd sem bjó í lamamanninum, sem bjó í dóttur gamla mannsins sem ég talaði við fyrir nokkrum árum síðan, og hún býr einnig í mér og öllum okkar. Syndin okkar stærsta vandamál, sá versti sjúkdómur sem við getum hugsað okkur. Vísindi okkar tíma geta kannski lindrað sum af einkennum syndarinnar. Kannski hefði þau getað hjálpað lamamanninum á fætur, eða í það minnsta allavega komið honum í hjólastól. En þau hefði aldrei getað hjálpað gegn hinu raunverulega vandamáli sem þessi maður átti, það að segja syndina. Eina lausnin á syndinni fyrirgefning. Og Jesús hefur ekki bara tekið sér vald til þess að fyrirgefa manninum í þessari frásögn og öðrum sem hann hitta á jörðinni sem við getum lesið í Nýja testamentinu, heldur hefur hann vald til þess að fyrirgefa hverjum þeim sem leitar hans. Það þess vegna sem hann hefur gefið okkur orð sitt í heilagri ritningu og falið okkur að predika það. Við eigum að boða fyrirgefningu syndanna í nafni Jesú Krists.
Þá fyrirgefningu sem Jesús veitti lama manninum, veitir hann einnig þér og mér. Syndir hans voru fyrirgefnar í Kristi. Syndir okkar eru fyrirgefnar í Kristi. Mér og þér er fyrirgefið í honum. Hann kallar okkur til þess að trúa því og treysta því að við eigum þessa fyrirgefningu í honum. Farísearnir í sögunni, þeir gengu út. En við skulum ekki gera það, við skulum standa saman á fætur og játa okkar heilögu trú á hann.